Góðan daginn, gott fólk. Og velkomin hingað. Kannistu staðinn. Þegar ég séð hann áður. Og líka bara vel við þig. Ég held það bara. Við erum fólki sem að líkum vel við eitt og annað. Lefum hinum að mislíka eitt og annað. Svo er þetta spurningin á hvorum staðnum viljum við vera í raun og veru. Ég vil nú vera þar sem að okkur líka nú betur en við erum. En ég get því miður ekki valið fyrir þig. Þú þarft að velja fyrir þig sjálfur og sjálf. Hvað sem ég segi og hvað sem ég vildi, og þá er nú niðurstaðan þessi. Og svo að Guði boðið og í stakkurju. Hann gaf okkur fullt frelsi til að lifa því lífi sem við viljum. Og þess vegna líka kom Jesús. Þess vegna líka kom boðskapurinn í formi Biblíunar í og Gamla testamentið sem að segir okkur hans vilja. Er ég tilbúin til að taka við hans vilja? Það er æfingin sem að ég beiti sjálfa mig í þessa veru, að ég vill taka við boðskapnum hans. Ég vill deyja sjálfu mér. Og ef það markmiði að deyja sjálfu mér, til að hann geti reist mig upp í sér og ég gert fullkomi vilja hans þennan tíma sem að ég er á jörðinni. Ég átta mig á og gerir mér alveg grein fyrir því að ég er í raun og veru eilíf vera. Og nú slekkur á öllu því að þetta á svona tal líst þér nú ekki. Og það er nú einfaldlega þeirri ástæðu, þú veist ekki hausni sporð á hvað Biblían er að tala um. Akkur ekki? Mögulega, já, náttúrulega að því að þú átt ekki til trú í hjartaðinu. Ertu að verri maður en ég? Já, þú ert ekkert betri maður en ég, en þú ert ekki verri. En munurinn samt nokkur, en ég þakka mér ekki þennan mun og hef í sjálfs engan áhuga fyrir honum. Mér var gefin gjöf og hér er ég að rækta mína gjöf því það er köllun mín að láta aðra vita hvers slags lífi ég lifi til fyrirmyndar, ekki þínum augum alveg augljóslega en í augum drottins já. Og ég verð að fylgja því sem að drottin vill segja og gera. Er ekki annars rétt? Er ekki það sem að allt þetta snýst hjá okkur? Fyrirmynd, ekki fyrirmynd. Ég er svo sem velti því ekki neitt fyrir mér en kannski ætti að gera. Ég veit bara hvernig ég þjóna. Og ég veit að ég þekki Jesú. Nú ertu búin að slökkva aftur, þú kveiktir aftur og þú verður bara í þessu í dag því að hneyksluninn er alveg bara að flæða yfir þig. Vegna þessa manns og þessa óskaplega hroka. En þetta er nú það, kæri vinur, að trúa á Jesú, að þá erum við þarna. Og það er ekki drangt við það, því að þetta er það sem orðið boðar. Það er þess að það er himinn og haf á milli trúar og vantrúar. Himinn og haf sem engin leið er að útskýra fyrir manni með neinum réttum hætti. Þess vegna er þetta í raun og veru allt gjöf sem við þetta kristna fólk eigum, gjöf sem hinn á ekki. Og það sker milli skilning. Þannig að við reykjum okkur ekkert af þessu, en við hins vegar getum breyst í þessar þakklátu manneskjur fyrir að vera það sem við erum. Einni gjöf, hvað frá hverjum? Jesú. Gjöf frá honum. Og þessa gjöf erum við að rækta og hlúa að og vitum í gegnum alla þessa trúarinnar góðu baráttu sem við höfum háð, hvert með okkur, með Jesú og hverju öðru því að við fáum uppörvun og hvatningu frá hvoru öðru
og þannig erum við konni með mynd af samfélaginu. Þessu bráðnauðsynlega samfélagi sem menn ýmist eru hlaupandi úr eða hlaupandi í. Af hverju? Af einni ástæðu ístöðuleysi sem býr í hjartanum og þetta fallna eðli er að toga til sín. Kristur reisir okkur upp í anda sínum og þetta fallna eðli dettur í gólfið en líkar ekki að liggja það. Þess vegna er það alltaf að gaspra upp til trúarinnar. Ég vonum að hafa áhrif á einstaklingin og gerist æði oft að hefur áhrif á einstaklingin og einstaklingurinn er, ég segi nú ekki fallbraut, hann er kannski of djúpt í árinni tekið en hann stefnir þangað uggi hann ekki að þessu. Við eigum árnaðarmann á himnum, við eigum hjálpar og huggara á himnum og hans verk er að tosa okkur upp úr alls konar ástandi og aðstæðan sem við erum í, sem við komum okkur í sjálf, eða hvernig sem það er, vegna þess að við erum veiklundað fólk. Ég veit, þú ert búin að heyra þetta orð áður, og kannski líka þér alveg hrikalega illa við þetta orð, en hvað get ég gert í því? Þetta er sannleikurinn. Og þetta er eitt af því sem við verðum að tala um og skilja og skilgreina með okkur sjálfum. Við erum með veikleika annar alveg á hreinu. En við erum ekkert að tala um það. Við þurfum að sjá hann hjá okkur og leyfa okkur að læra af því sem við sjáum. Augun er að sýna okkur, þau eru að sýna okkur margt og af sömu lærum við og við getum sagt við okkur sjálf úr því að þessi og þessi og þessi lendi í þessu, geti ég það líka, en ég vill það ekki. Og þetta er rosalega öflug ákvörðun sem við erum að taka með þessum orðum, ég vill það ekki. Mjög hjálplegt að taka svona öflugar ákvarðanir og við munum þurfa að taka þær ef við ætlum ekki að láta bara leiðast af þessari gremju sem er út allt í kringum okkur og menn að fara og koma allt í kringum okkur. Ef við ætlum að vera þetta staðfasta fólk, þá þurfum við að vita vissu okkar hver við erum í Kristi. Vitum við það? Ég veit það, já. Nú ertu farin í þriðaskiptið eða fjórða, hvað ertu búin að hlaupa núna oft? En þetta er sannleikur málsins. Við þurfum að berjast þessari trúarinnar góðu baráttu og við höfum allt í þennan bardaga. Við höfum Jesú með okkur, við erum fyllt heilugum anda og þetta þurfum við að opna á hverjum degi til að Jesú geti komist að. Það tekur ekki frammi fyrir vilja okkar. Hver oft hefur hann ekki sagt það við mig og þig. Hann tekur ekki fram fyrir vilja minn að neinu leyti. En hann dælir á mig kennslunni. Hann dælir á mig einhverju frá sér. Þegar hann veit að vilji sinn er betur mínu vilja. Hann segir, Konráð, temstu við hann. Og það er þessi trúarganga. Hún er að skilja það og temjast við það að Kristur er einfaldlega betri. Og verk hans betri. Og akkur ekki að beygja sig fyrir því og taka við því sem er betra. Í verkum og orðun og hegðun og mynstri, þessi lífsmynstri sem við erum með uppi. Hvaða lífsmynstur er það? Góð trúarleg verk á Jesú, hjá kristnum manni. Hann keppir eftir því. En ég er náttúrulega löngu búin að sjá það að það er ekki nokkur einasta leið að reikna út hvað aðrir menn er að sjá. Og þetta undirstrikar enn og aftur mikilvægi þess að við vitum hver við erum. Því það er ekki nokkur leið fyrir nokkurn mann að reikna út hvað aðrir menn og konur er að sjá og heyra út úr, jafnvel ræðunni. Þannig það er ýmislegt sem er í gangi og aldrei sem fyrr. Það er mjög óguðlegir tímar uppi núna. Það er mörguleiti og þetta sjáum við samfélagið okkar vera grasserandi af og við sjáum líka hnignunina í samfélaginu vegna guðleysis sem
veður yfir. Það er ekki rétt. Ég segi það, jú, það er rétt. En það er ekki allir sem sjá þetta svona. Af hverju? Það er hula fyrir augunum á þeim, en Drottinn tekur huluna frá okkur og birtir okkur raunveruleikann eins og hann er og okkur ber að tala það út. Það hlustar enginn á okkur, segja sumir, það er bara þeirra orð. En þessi orð eru röng, það er víst hlustað á okkur. Þetta kristna fólk, að við tölum viskulega sumt. Við erum ekki einhverju bullarar sem erum að bulla, já, þess vegna eitt og annað í kaf. Við erum ekki þar, við tölum visku út. Við segjum sannleikan, það er sannleikur. Og nú viljum við breytast í Pílatus sem spurði Krist sem var að segja eitthvað við hann og hinn var alveg komið upp í hál og sagði, hvað er sannleikur? Hún líkaði ekki að heyra þetta. Hann var valdsmaður sem var ekki alltaf að gera kannski rétt og hann vissi kannski að því sumu. Og það er ekki gott. Þess vegna deyjum við öllu svona, okkar eigin, og við rísum upp í Kristi og tölum það sem Kristur vil segja við auðvitað okkur sjálf og þá sem heyra. Við erum að boða Jesú Krist, krossfestan og upprisinn. Það er það sem við erum að gera. Og þetta er ég búinn að lifa með, þessu er ég búinn að lifa með síðan 1989 og ég er enn hér og hef ekki veiklast bön í þessari afstöðu minni en vaxið alveg helling í henni. Af hverju? Eitthvað hlýtur maður að sjá við þetta. En ég get ekkert að ráða því hvað menn er að sjá, en ég veit alveg hvað ég á og hvað ég er að gera og hvers vegna ég er að því. Og þetta þarft þú líka að vita, eins og svo margt annað í Jesú nafni, vegna þess að þú munt þurfa á því að halda ef þú ætlar að halda út. Þú manst þegar þú frelsaðist og vá, ekkert smáraði og þú varst viss Guð. 30 og seinna, hver er þá staðan? Ertu komin út? Farin að vinna bara heimsins verk, reið og bitur manneskja? Þetta er engin staða. En ég veit alveg það að hvað sem ástand er núna á fólki, að þá togar þessi trú alltaf við. Af hverju? Guð eignaði sér mannin í Jesú. Hver sem staðan er núna, þá eignaði sér mannin í Jesú og hann hefur vonum að snúa sér aftur til Jesú svo lengi sem hann dregur andan. Þannig er það. Og við vitum ekkert það og kannski fáum við aldrei neina fregnir af því neina vitneskju það hve margir ákalla nafni Jesú á banabeði sínu. Við vitum það ekki. Og við munum sannlega aldrei fá neina fregnir af því. Kannski á himnum. Þannig að Guð er allan tíman að vinna frá því að maðurinn kemur úr skautið í móður sinnar og þangað til að hann er settur ofan í kistuna og lagður í gröfina. Þá veit hann allt hvar maðurinn endar. Eins og við vorum að tala við höfum ekki hugmynd hve margir ákalla nafni Jesús á banabeðinu sínu, en höfum líklega heyrt nokkra sögur þar að lútandi. Þannig að Drottinn sér ekki eftir neinu og hann vakir yfir manninum á meðan hann er hérna. Við andlátið verður engu bættið og ekki dregið frá og það er bara staðan sem að eilíðin tekur við manneskjunni í. Er hún fyllt heilugum anda? Þú veist hvert þú ferð til ríkis Guðs. Ertu ekki fyllt heilugum anda, þá ferðu ekki þangað. Það liggur alveg fyrir. Og þetta er boðskapurinn sem við eigum að tala og bera út, því að þetta er grafalvarlegur boðskapur og lífið við sjáum það að þess að lífið er alveg grafalvarlegt mál. Það er ekki bara einhvað sem ég mæðist endalaust af. En lífið er samt viss mæðudalur, því að í þessum heimi eru andavörur vonskunnar
sem fara mikinn, hafa engin völd, gangum ljúgandi, svíkjandi og stelandi og valda glundróða og óorði milli manna vegna þess að það hlutverkið þeirra. Þannig við þurfum ekkert að vera undrandi á því að ástandi sé svona, en við erum ekki þar. Við eigum allt annað og við eigum að bera það fram sem Kristur uppáleggur okkur að gera. Og hvað er það? Orð Guðs. Og hver er köllun þín? Hún er tengd að einhverju leyti orði Guðs, því orð Guðs er bara allt lífið. En ertu að sinna þínum þætti í orði Guðs eða í trúðinni? Trúin er alltaf orð Guðs með einum og öðrum hætti. En það er ekki allir kallaðir til þess að tala og fræða. Það er alveg sérstakt lið sem er í því. Ekkert betra fólk og ekkert meira fólk en annað fólk. En þetta er verkefnið þeirra og eins og Páll segi, Guð hjálpi mér ef ég tala ekki og þagna ekki. Og, já, eitthvað í þeim dúr. Man ekki alveg hvernig hann orða þetta nákvæmlega. En þetta var svona hugsunum þar og bak og þetta segjum við líka. Guð hjálpi mér ef ég er ekki að gera mína köllun. Því að Drottinn vill fá að nota okkur. Unn mér gagns af þér, segir Páll á einu stað. Unn mér gagns af þér, bróðir. Hann var eins og bara allir þekkja í dag, þetta hefur ekkert breytt. Hann var að berjast við menn, vini sína og félaga, kannski til margra ára sem að yfirgáfa hann hver á eftir öðrum. Og aðrir kom inn í staðinn og svo framvegis og framvegis. Þetta er allt í gangi og við erum að horfa á þetta sjálf og við vitum höfum séð marga fara og hvað eru þeir í dag, við höfum ekki hugmynd um það. Kannski eru þeir stignir af veginum, kannski ekki, en við vitum ekkert hvað þetta fólk er. Af hverju? Af því það er allt og margir sem fara út í stormi. Og þannig erum við komnir aftur að veikleika manna, vegna þess, það er náttúrulega svo margt sem getur gerst að menn fara út í stormi, við vitum alveg hvernig fólk er. Og núna erum við komnir aftur enn og aftur að þessum veikleika, sem heyrir eitthvað, miskilur það, og fer í F, svona farin, eða hún, ákveðin ég kom aldrei aftur, hvort sem það verður raunveruleiki ekki, ég veit það ekki. En þetta er ekki það sem Guð er að bjóða. Af hverju er þetta svona? Líklega vegna þess að við erum ekki svo mikið að stúdera orð Guðs. En það eigum við að gera og það eigum við að gera mikið. Það er fyrir okkur. Við eigum það. En förum kannski ekki með þetta sem eign okkar, prívat eign okkar. Því við erum svona, náum aldrei almennilegu takti við orðið, við trú okkar og þar að leiðandi við Jesú. En hann vil takturinn sé bara góður. Hjartslátturinn. Hjörtun slái saman og það er hægt að ná þessu marki. Ef við gerum það aldrei, ef við gerum ekkert í málunum. Að trúa, segir Kristur sjálfur, er verk. Og hvað er hann að tala um? Og hvað er verk? Hvað er það að vinna? Að trúa er sem sagt vinna. Og svo sem trúir er að vinna. Ekki bara einhvað. Hann er að vinna gagn fyrir sig sjálfan, það mesta sem hann getur mögulega gert fyrir sig sjálfan. Og það er spennandi að vera þar. Ekki heldur þetta sjá allir, en hvaða máli skiptir það hvað allir sjá eða ekki? Þess vegna segjum við það, þú þarft að vita hver þú ert og af hver þú ert, það sem þú ert. Þú verður að vita að þú ert dáinn sjálfum þér og Drottinn hefur reist sjálfan þig upp í sér. Er það ekki mikið? Ég sé nú bara vá yfir því, jú, það er svo mikið að maður nær engan veginn utan um það. En þetta allt saman mun opinberast fyrir okkur þegar að stundinni kemur og við birtustu þarna bara í þessu ranni Drottins dýrð, því okkur er boðið það. En við þurfum að klára verkið, við þurfum að klára daginn. Og hvenær endar dagurinn? Þegar við sofnum síðasta svefni, þá endar dagurinn. Þangað til
þurfum við að vakna inn í enn einn nýjan daginn, fúla lönd eða glaða lönd eða hvernig sem og við getum byrjað á því að ákalla nafn Drottins. Það mjög hjálplegt. Við getum gert svo margt sem hjálplegt. Og ég veit að menn vilja standa sig betur í trúni en þeir kannski segjast gera. Og það hægt. En þú voru að byrja einhvers staðar. Og hver byrjunin? Hún getur verið margvísleg. Hún getur verið þetta hróp til Drottins þegar þú opnar augun eftir svefnin næturinnar. Hún getur verið stöðugur og ákveðin lestur í orði Guðs á hverjum degi. Sem þú nennir ekki. Maður getur alltaf verið í þessu. Eins og ég heyrði eina ágæta manneskja segja, þá var ég ungur í trúnu, ég var svo hneykslaður að ég kom ekki upp orði. Ég var búinn að átta mig á því að maður heyrði að vera alltaf í þessu. Og ég bakka ekkert með þetta, þú verður alltaf að vera í þessu orði. Maður ekki alltaf að vera í orðinu. Fólk bara með þetta eins og það vill. En ég vil ekki vera með þetta eins og ég vil, heldur eins og Guð leggur til við mig að ég geri þetta. Þannig vil ég gera þetta. Og þetta það sem ég hef alltaf verið að hvetja menn til að gera líka. Því við verðum að deyja sjálfum okkur. Við getum ekki þjóna Guði ef við deyjum ekki sjálfum okkur. Hvað svona flókið við þetta? Þessi efi og þessi hik og þetta ég og mitt og svo framvegis sem svo erfitt að hrinda af sér. Þetta svo sem engin, þetta engin, ásökun á neitt, en við erum öll þarna. Við höfum öll þurft að berjast trúarinnar góðu baráttu og stundum erum við ekki neitt sérstaklega stolt af verkum okkar. Og það heldur ekki gott. Því að ef að Drottinn mælir með þeim, þá náttúrulega eru þau góð. En það ekki endilega víst að ég sjái það að Drottinn sé neitt að mæla með mér. Og það oft vandinn. Þannig að vandinn, hann tengist allur, þessum, bent og sjálfa þig. Ekki öðrum. Þeir eru náttúrulega þarna með sín vandamál líka, en þín vandamál eru þitt viðfangsefni, en ekki annara svo mikið. Annar að gefa góð ráð. En þú þarft þá að taka ákvörðun það, taka við þessu ráði og fara eftir þessu leiðbeiningum sem að enginn veit hvort þú gerir. Kristur kemur með leiðbeiningar fyrir þig, en getur ekkert gert neitt meira og trúir því að því hann trúir á manninn, þannig séð. Hann gerir það sem hann er að segja, en hann veit ekkert það. Eða nýja heldur hver lengi þessi verk sem hann leggur til vinnist hjá okkur. Hann veit ekkert það. Þegar við erum svo flöktandi. Þetta í dag, annað á morgun, spennandi í dag, ekkert spennandi í dag. Spennandi í gær, ekkert spennandi í dag. Og svo framvegis, svo er hann hlaupin út. Og hér er ekki verandi. Okkur ekki. Hvað breytist? Ekki neitt. Nema veikleikið þinn opinberaðist þér og bjóð til allan þennan bastal að þú ljóst út og komst aldrei aftur. Við sjáum að maðurinn í raun og veru ekkert nema hér komi. Og þetta langt síðan ég sá þetta og auðvitað talaði til sjálfra mín þessi orð vegna þess að ég stundum ekkert nema hér komi. Dragandi upp eitthvað sem að fellur á morgun og svo framvegis alveg eins og þú og allir hinir. Þannig ég þarf alveg jafn mikið á Jesú að halda og hver annur manneski sem er. En ég hef hann. Hann er þarna, vinnur með mér, elskar mig, starfar með mér í öllu sem ég tek mig fyrir hendur og leiðbeinir mér, gefur mér góð ráð og smátt þá hefur þetta
náttúrulega klofið steinin og ég sé, skynja og geri og fer eftir þessu og segi þetta er besta leiði fyrir mig og ég vill ekki fara neina aðra leið en þessa. Svo langt getur nú trúin okkar gengið að við erum bara alveg með það á hreinu að við viljum ekki gera neitt annað en að þjóna Jesú. Það er ekki alveg ræðileg kvöl. Ég er búin að þjóna honum í ekki alveg eingöngu síðan 2000 eða 1999. Nei, það er ekki kvöl. Það er bara gaman að þjóna Jesú en þetta er ekkert átakalaust. Átök við hvað? Við sjálfan sig eins og alltaf. Átökin eru 99% við sjálfan sig. Ekki aðra. Sjálfan sig. Og það er aldrei snóa að vera með alla glímuna þar. Og það er ekkert betra en eitthvað annað. Akkur erum við að berjast við sjálfa okkur. Það er svo margt sem við erum að láta mæða okkur. Svo líka eitt sem ég hef séð og ég veit að þú tekur undir það, að við erum ekki alltaf neitt sérstaklega góðir vinir. Og það finnst mér ljóður á söfnuðum að þeir eru ekki alltaf neitt sérstaklega góðir vinir. Hvort með annan. En vinátta inn í söfnuðunum er límið sem skerur á milli þess að söfnuður sé mannvænn eða ekki. Þannig við sjáum við ráðum þessu öllu og hvernig viljum við hafa þetta. Erum við tilbúin til þess að setjast á fýlupúkan í okkur, bendandi fingurinn í okkur. Ég veit að þú veist allt það að bendingar annar. Ég er að tala þig, ekki bendingar annara. Því þú bendir til jafns við alla aðra. Og þetta er líka vandinn þegar við erum að tala þetta, þá kemur einhver nafnu alveg undir í þessi maður mætti nú taka sér taki. Það er ekkert verið að tala þennan sem má taka sér taki, sem er líklega rétt að vera að tala þig. Já, og ég bendur sjálfa mig. Ég er maðurinn. En það er rosalega erfitt að staðsetja þetta þarna. Af hverju? Við gerum alltaf ekkert rétt. Og ef eitthvað gerist, þá er það yfirleitt öðrum að kenna. Hann sagði þetta, hún sagði þetta, gerði þetta eða gerði þetta ekki. Og þá fór ég alveg hrikalega fílu. Þetta er maðurinn, þetta er það sem Drottinn er að kljást við daginn út og daginn inn. Hann kljáist við það, vegna þess að hann veit að hann verður að gera það. Þegar hann ætlar sér mannin til sín, en hann segir veit, og við vitum það líka, það gerist ekkert fyrir við síðasta andardrátt. Þangað til andardrátturinn hættir, er þessi barátta. Og það er gott að vita þetta. Og styrkurinn mikill í að vita hver maður er í Jesú. Veistu það? Ég hef oft sagt það og endurtek, við þurfum að vita það. Maður og kona sem veit stöðu sinni í Kristi verður ekki haggað. Og hver oft hefur maður ekki staðið bara á þessu. Ég veit hver ég er og ég ætla að gera þetta svona. Af því Drottinn sagði mér að gera þetta svona. Það er málið. Þetta er að vinna verk sem Drottinn hefur áður fyrirbúið. Já, fyrirbúið. Og hvað blasir við? Það blasir við bara hreinn sigur. Og það getur ekkert blasað neitt annað við ef við fyrir svona í málin en sigur. Og við eigum að vera sigurvegara í verki. Við segjumst að vera sigurvegara, en við erum það líka í verki. Og við verðum það í verki að því við erum að gera það sem Drottinn er að bjóða. Og það er val hvers og eins að gera það sem Drottinn er að bjóða. Ég get ekkert annað en kannski bara bentir á þetta. Þú voru að taka ákvörðunum sjálf að gera það sem Drottinn er að bjóða. Og hvað segir ekki orðið? Við erum með þetta allt í orðinu. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Við erum með þetta allt í orðinu. Við þurfum að standa á þessum orðum og við þurfum á þeim að halda vegna atgangsins sem er. Já, sem er. Við vitum að í þessu landi hefur margt aflagast. Maður sér ekki annað en að fleira muni aflagast. Af hverju?
að því trúin alltaf og niðurleið hjá fólki. En trúin bara trú og hún á sínum stað eins og kirkjan. Og þeir sem eru þar á stað kirkjunar og gera vilja Guðs. Þeir eru lífið fyrir þessa jörð í raun og veru. Þeir boða Jesú upprisin og hann lifi nú og gerir það sem þarf núna. Og hann alltaf með sama boðskapinn, horfið til frelsarans ykkar. Alltaf sami boðskapurinn. Af hverju? Erum við ekki búin að ná honum? Nei, við erum nefnilega ekki búin að ná honum. Það vandinn. Og meira að segja þeir sem að trúa á Jesú, þeir dabrast og lýjast á göngunni að þeir náðu aldrei boðskapnum. Og hvað til ráða? Bara hvetja menn til þess að taka upp hanskan fyrir drottni og leyfa honum að vera það sem hann og gleyma öllu öðru. Þetta hefur alltaf verið boðskapurinn. Við sjáum að hann hefur ekkert breyst. Hann ennþá þessi sami. Og hvernig líst okkur á það? Líklega vel. En krumpustum í andliti inn á milli af því sem við heyrum og það allt í lagi. En við höldum samt áfram þó andliti inn á milli krumpist af því sem við heyrðum. Og það bara allt í lagi með það. En við höldum áfram. Okkur, að við viljum áfram stíga skrefin okkar í Jesú nafni. Það það sem við viljum. Og það það sem við gerum að við eigum þetta í hjarta okkar. Við erum ekki lengur heimsins manneskjur. Við erum Guðs manneskjur. Áttu okkur á því. Við þurfum að átta okkur á því hvar við stöndum og hvar við erum. En við erum Guðs manneskjur. Það verður ekkert frá okkur tekið. Og við vitum skil og rétt orðingu út frá orði Guðs. Og það mikilvægt. Þess vegna gerum við ekki hvað sem og við tökum ekki þátt í verkum heimsins að þau eru vond, þau eru ill og þau eru ljót því miður. Við gerum góð verk drottins fyrir augsýn allra, ekki? Drottinn segir okkur að gera það. Og mörg okkar höfum gert það. Og lagt á okkur þá vinnu að vera þeim megin línunar. Að því við getum það. Við eigum þetta í okkur. Og við elskum að birta drottinn í gegnum verkin okkar. Sjá menn það, ég veit ekkert hvað menn sjá, en við erum að birta drottinn í gegnum verkin okkar. Ég löngu hættur að pæli því hvað menn sjá. Ég veit ekkert hvað menn að sjá, en ég þarf að vita hvað ég að gera. Og þú segir þetta með mér sem kristin manneskja, þess vegna þurfum við að vita það hver við erum. Þetta rosalega mikilvægt atriði að vita hver maður í Jesú. Ég man eftir því þegar ég uppgötaði þetta var bara opinberað fyrir mér á sínum tíma og ég sagði já, ég veit hvar ég stend í Jesú. Það var þvílíkur léttir og þú veist ekkert það hversu oft maður hefur þurft á þess að halda í gegnum sína trúargöngu. Þess vegna stendur maður alltaf uppréttur á hverju sem gengur. Og aftur segi ég það, ég veit hins vegar ekkert hvað menn að sjá. Mér það bara lífsins ómögulegt. Annars og þér, hvað annað fólk varðar. En það stýrir ekki mér og ég bið að það stýrir ekki heldur þér. Vertu bara Guðs megin og vertu bara viss það hver þú ert í honum og vertu viss það að þú sért að gera vilja Guðs. Það svo margt sem við þurfum að vita. Þess að þurfum við að vera í Guði, í Jesú, þá hann í okkur. Hann opinberar alveg hygglust það sem hann að pæla og velta fyrir sér. Og við vitum að það svona í 90, það alveg vegna þess, það allt saman hægt að lesa það í orðinu. Þess að þurfum að eignast orðið sem fyrir hjartað. Og hjartað alltaf með þér hvar sem þú ert og orðið því alltaf með þér. Við fyllum okkar orði og það leyndardómur í því að fylla sig orði Guð því það kemur þegar þarf að halda. Þetta hef ég reynt margoft og ég skildi hvers vegna ég sökti mér í orð Guðs þegar ég var að byrja í þessu.
klukkutímum saman og vikum saman. Las ég orðið, Gamla testamentið, ég náði nú ekki held ég að lesa það allt áður en þessu lauk og ég fattaði það seinna, ég vissi náttúrulega ekkert hver köllu mín var þá. En svo allt í einu fattaði ég það, já, hann á að tala þessi, skrifa og ég vissi nú að ég var búinn að vera að skrifa og ég held því áfram. En svo fór ég að tala, þá átti ég aldrei von á. En þá sá ég það, sá ég gagnsemina því, þessari vinnu, já, fyrir mörgum árum síðan, í lestrinu, sem að koldi sér í lesturinn, upp úr orðið Guðs, bókina, og nærði sig af henni, já, þangað til eiginlega því lauk ykkur, ég á að vera alveg heiðarlega, ég man bara ekki hver langan tíma þetta tók, en þetta tók kannski, já, nokkra vikur, ég man það bara ekki, en þarna var ég. Og ég hef svo sagt frá því, það var ekki ástæðulaust að ég var þarna, Dóttir veit alveg hvernig ná að fá okkur til verks. Það var einhver ríkalegu vanlíðan sem koma yfir mig. Það veit alveg hvað hann að gera. Og ég sá það að þegar ég opnaði orðið, bókina og las, þá fór það. Þannig ég bara las. Já, vikum saman. Nei, ég bara mann ekki hver langan tíma þetta var og ég harma það, en ég bara mann það ekki. En það var allavega lengra en 1 dagur. Það mann ég. En eftir að hyggja hefði ég ekki vilja missa af þessu og ég, eins og ég oft sagt, þá eru þessi orð þarna ennþá. En í dag eru þau þarna. Það er náttúrulega bæst við alveg helling síðan þegar ég er alltaf að lesa. Þannig að kannski er þessi maður bara fullur á orði Guðs sem ég veit ekkert og pæli kannski ekkert mikið í, en ég geri það sem Guð er að uppáleggja mér að gera og það ætti þú að gera líka. Því hann veit alveg tilgangi með trúðinni og hann veit líka að trú er til að nota fyrir Guð og maður sem á til trú, hann veit líka að hann á að nota trú sína fyrir Guð. Fyrir Jesú, fyrir hinn uppreisna Jesú. Og sumir gera það fúslega og ljúflega en kannski líjast á leiðinni því að þetta er náttúrulega löng leið. Hátt í 30 ára ganga í kirkjunni og inn í kirkjunni er náttúrulega kannski löng leið og það er náttúrulega alls konar sem hefur gerst á þessari leið en samt hefur maður alltaf drifið sig áfram til verkefnana sem Drottinn hefur kallað mig til. Og ég er ennþá á þessum sama stað og ég er ekkert að fara neitt. Fara hvert til þín? Það held ég ekki. Ég held ég á engan áhuga fyrir því. Ég vil bara vera það sem Drottinn er og ég veit hvað hann er. Hann býr í mér. Hann er það sem ég er. Og hann er með mig innan úr fólk sem á til sama og ég elska það. Er mjög þakkláttur fyrir það. En Drottinn sá þetta allt. Ég sá ekkert neitt. Hann sá þetta allt. Eina sem ég gerði var bara að gera, ég gekk þessa dyr, já, hann er söfnuðin, já, best að tala frá aðeins í hann og ég er búinn að vera inn í þessu söfnuðin síðan. Ég vissi ekkert hvað þessi söfnuðir voru, en ég vissi samt að ég varð að vera í söfnuði og hér er ég. Inn í mínu söfnuði sem ég er búinn að vera í núna í 10 ár. Ekki, svo langt sem við stofnuðum kirkjuna, í 10 ár, held það. En ég var í söfnuðum áður og það er sjálf sem breytt engu fyrir mig, ég er bara í söfnuð og ég harla sáttur við það. Þannig það er engin bilbugur. Við hvetjum okkur áfram, gegnum orð Guðs, að þið þekkjum orð Guðs. Þess vegna er engin bilbugur á okkur. Við vitum að þetta er rétt. Við látum ekkert segja okkur neitt annað en þetta sé rétt sem við erum að gera. Og það er rétt að gera þetta svona. Tala út Guðs orð, lesa Guðs orð, vera undir afli Guðs orðs, því að Guðs orð er lífið sjálf. Bara í allri sinni merkingu er það lífið sjálf. Einn daginn þá hverf ég á þessari jörð, en ég veit hvert ég fer. Veist þú það? Ég bið Guð það, já, og þú veitir það, en þú ferð eitthvað. Þetta er ekki bara endastöðin, grafreiturinn er ekki endastöðin þín. Þú ert svo miklu meira heldur en það. Það var fyrir þetta sem Jesús stóð og ekkert annað. Einnig það þurfum við átt okkur á hvernig landið liggur, Jesú nafni.
En við segjum þetta gott í dag og Konráður Rúnar Friðfinnsson kveður og þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.